Já, verið sæl og hjartanlega velkomin í BH bikarinn 2020. Þar var hefðast leikur hjá Magnúsi Jóhanni Hjartarsyni og Skúla Gunnarsyni hér í 8 manna úrslitum karla. Ég heiti Tómas Ingi Selton og ætla að vera með ykkur inn í gegnum leikinn og með mér eins og alltaf er Jóhannes Bjarki Úrbansins. Velkomin! Takk fyrir það, gaman að vera komin í stúdíóið. Já, gott að fá þig. Jói, æsispennandi leikur var hefðast hér. Tveir góðir vinir að fara að berjast sæti í undanúrslitum. Þetta er 100% fellaleikur. Góðir vinir, báðir bara góðir strákar, mjög léttir og svo náttúrulega vinna þeir saman. Já, gegna sama starfi. Wow, sama starfseti, sama launaflokk og allt. Nei, ég veit ekki. Ég var að spyrja eftir leika. Við þurfum að komast að því. Nei, hann báðir verkstjórar í Hússtæðargarðinum. Hins vegar á Borgnesvellinum er sagan önnur erkióvinir í KR og Víking. Já, og hafa svo sem verið í einhvern tíma. Maggi Hjartar varð Íslandsmeistari með Víkingi 2016, Skúli 2017 og Maggi aftur 2018, en Skúli var Íslandsmeistari í tíðarleik 2018 líka. Þannig að þeir hafa svolítið skipst á að taka titlana. En það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út af þessu. Ég veit að ég fekk SMS og Snapchat frá vinum mínum í Hússtæðargarðinum. Þau eru með leikinn upp á stóra skjá í livestream. Já, einmitt. Við erum að sýna þar og þökkum fyrir þann áhuga sem sýndur að horfa á þann leik. Einmitt. Og Hrönn í Hússtæðargarðinum, hún sagðist halda með bám en spáði leiknum 4-3. Sáðu hún fyrir hverjum? Nei, hún neitaði að segja. Já, þetta er góð spá að því að þetta hafa oft verið æsispennandi leikir í gegnum tíðina. Nú, Skúli er hér nær okkur í mynd í dökkbláum ból, sem myndi segja, frekar svart, og Magnús fjæri mynd í rauðum víkingsból. Víkingar sett fyrir leik, Maggi er ofar á styrklegastunum og kannski búinn að vera með örlítið betri úrslit síðasta árið, en æsispennandi leikur að fara að hefjast hér. Einmitt, það er langt síðan þeir tóku báðir titil, það er 2018 og þeir eru báðir hungraðir í titil, þannig að þeir ætla sér alla leið. Akkurat. Nú byrja ballið. Hvað finnst þig? Er ykkur bolti á borðið hérna? Já, það er ekki á þeim að sjá að það sé ykkur svona vorbrægur yfir þessu. Það er ekki eins og þeir hafi verið í COVID-fríi, þeir hafa bara verið að æfa í bílskúrnum. Nákvæmlega. Fínt stig hérna, flott bakhundi á Skúla. Hann er nú þekktur fyrir að vera dálítið bakhanda leikmaður, ef maður getur sagt svona. Já, mikið rétt. Skúli var einmitt með stutt að taka í forhundum tíma, kannski til að reyna að koma bakhundinni sinni betur inn. Það er svona frekar óvenjulegt að vera með stutt að taka í forhund, sérstaklega fyrir stráka, kannski algengar á stelpunum. Já, ætti að segja það, en hætti því nú nokkuð fljótt. Komið með venjulegt gúmmí í forhund. En þessi leikur byrjar nokkurn veginn eins og allir hafa gert. Leikmenn dálítið að reyna að finna sér fót hérna. Já, góð móttaka. Góð móttaka. Það er erfitt að stýra boltanum svona stuttum þegar maður fer með snúning. Það er auðveldara að maður fer á móti. Nákvæmlega. Flottur þarna. Þetta sem Skúli var að gera í þessum leik. Hann var að setja sig upp og koma bakvöldin eins fljótt og hann getur. Tekir hans fyrr með bakvöld líka alveg en forhund. Það nýtir sér hefðbóltið á hann Magga. Maggi aðeins að kiksa á skotnum. Já, greinilegt að Skúli er að fara hann á miðjuna á Magga og reyna að fá hann til að hreyfa sig og missa sín færi. Vá, alveg á hornum. Fín staðsendingar. 6-2 fyrir Skúla. Það getur nú alltaf kvartað við því. Mótið sterkum andstæðingi. Nei, frábær byrjun hjá honum og hann á þessi stig bara skilur líka. Einmitt. Magnús Jóhann brons, nei, býttu nú við. Hvað ætlarðu að segja? Nei, ég Íslandsmeistari 2018 með Víkingi. Já. Það er erfitt að spila móti sterkum leikmanni sem er ofar á styrkleikalistunum, sérstaklega þegar maður veit að hann hefur titla á baki. Þá veit maður einhvern veginn að taugarnar eru til staðar. Og þetta var með silfur í innliðaleik var það 2016.
Það er byrjað, hvað var það? Þegar Daði var? Ég er ekki alveg með að hreinu með þér. Ég held að 16. Einhver doktor mun senda leiðréttingu á mig. En En Magnús sem er silfur í þessari lótu, lítur út fyrir. Já, hann myndi segja það. Það er ekki alveg gangið upp, þarna hann að gera hann vel. Spurning hvort hann siti í næsta gír núna. En hann mun mér inn í þetta, en Skúli er búinn að spila þetta mjög skynsamlega og já, í sínum styrkleikum ætla ég að segja. Algjörlega. Vel gert þarna. Skúli er að knýja fram mistökið andstæðingnum og halda pressu. Skúli tekur hann snemma og á auðvelt einhvern veginn með að stýra boltanum á öxlina út í bakhönd hvers sem hann vill. 10-4. Skúli er vil. Hann er komin fyrsta sett bolta leiksins. Og hann tekur fyrstu lótu 11-4. Skúli komin einhvern lifir. Jói, við verðum nú að segja að þetta kom kannski óvart hvað þetta var öruglótað af Skúla. Já, maður hefði nú ekki búist þessu fyrirfram. Maggi er náttúrulega í þrausu formi en Skúli verðist vera líka. Lykillinn kannski var svolítið að Skúli var bara að setja meira á borðið heldur en Maggi. Heldur betur. En leikmenn fara hér nú til þjálfara sinna og ráða ráðansinum næstu mínútuna. Við sjáum þjálfarar leiksins í dag með Magnúsi er Ingi Darvis Rodríguez, liðsfélag hans og Víking og Íslandsmeistari í einliðaleik 2020. Og hjá Skúla er það bróður hans, Gestur Gunnarsson, leikmaður KR í efstu deild. Við sjáum Inga skarta nýju hári, hárgreiðsla sem heitir Þegar þú sofnar í partí og vinnin er lita hárið þitt. Hvað finnst þér um þetta? Hvað? Mér finnst þetta flott greiðsla. Hún er nútímavædd og táknar ólguna sem hefur verið í samfélaginu vegna sóttkvíar og vegna hræðslu við COVID. En þetta er greiðsla sem að leggur línunar bókstaflega fyrir manni og heldur einhvern veginn allir í skorðum bara. Mér finnst það flott greiðsla. Þetta er flott nýtt lúk hér og til hamingju með þetta, Ingi. En næsta lóta er að byrja. Magnús byrjar með uppi núna. Sjáum hvað hann gerir. Wow. Það er sterkur liðastunningur að þessu sem var erfitt að lesa allavega frá þessu sjónarhorni. Já, plataði Skúla upp úr skónum hana. Smá gummi á gólfinu, látum það ekki trufla. 1-0. Ég er 2 uppgjafir í röð sem að vinna stíið án þess að Skúli nái móttöku við. Við sjáum að Skúli er líka að skarta nýjum uppgjöfum, pendulum uppgjöfum núna. Hann var aðalega í öfugri skóflu uppgjöf í síðustu lótu. Og þetta eru stuttstig. Er komin ný taktík í leikinn? Já, það breytum staðsendingar og kannski breytum líka meira variation í snúningarna sem við sendum. Ekki alltaf jafn mikið snúning, stundir viljandi minna, stundir viljandi meira. Gera aðeins erfæri fyrir andstæðinginn að lesa hvað hann eigi að gera. Og forsar þá fleiri mistök. Vel spilaði hann á Magnúsi. Virkilega góð staðsendingar á miðju. Og frábær uppgjör hjá honum þar sem Maggi má eiga í sínum uppgjöfum. Ekki rosa óþægilegan snúning. Ógeðslega erfitt eða óþægilegt að taka út uppgjöfum hans og það settur hann svo ótrúlega vel í að koma inn með fórnum. Nú hlýtur þú að þekkja Tómas sem unglingalandsliðsþjálfari að oft krakkar spyrja mann er þetta góð uppgjöf, er þessi léleg? En svarið er einhvern veginn að finna uppgjafir sem henta spilunni hjá manni. Það er ekki endilega til einhverjar sem eru góðar eða lélegar. En Magnús er bæði með uppgjafir sem er erfitt að taka á móti og uppgjafir sem að hann kemst inn í sóknarbolta beint eftir uppgjöf. Já, henda og hann spilir mjög vel og það er einmitt eins og segir, það er bara tilgangur uppgjafir að koma sér inn í næsta bolta. Hann byrjaði þess að lóta mikið betur en það seinustu. Ég komið með 6-4 forskot á Skúla. Skúli er að gera vera vel að koma bakhundinu sinni inn, þannig að það vantar alltaf loka höggið. 7-4 fyrir Magnús. Já, það er aðeins ennþá að kiksa boltum og
Það er að fara að koma þessu aðeins betur spil sem ég nú vissum að muni gerast eftir þessu líður á leikinn. Mikilvægt að koma kúlin spil á þessu liðinu. Betri móttökur núna á Skúla. Já, það er alltaf annað að sjá hann. 7-6. Frábælega gert þarna. Ég ætlaði að fara að segja góða móttökur af Magnúsi en Skúli svaraði með enn betri bolta. Já, hann rétt fór yfir netið og það var bara ekkert sem Magnús gat gert við þessu. Þetta var alltaf góður bolti á Skúla. Já, þeilir. Sami Skúla, hann er duglegur að breyta hvar hann stendur í uppgjöf. Stundum stendur hann meira miðjur, stundum færir sig í forhönd. Það opnar aðeins mismunandi bolta. Dómari bendir hér á eitthvað aðskota hluti á borðinu. Það eru gúmmi á borðinu. Eru menn að strá gúmmi yfir borðið sínum einn til að reyna að breyta snúningi í uppgjöf? Þetta er nú gömul taktík. Snirtilegt. Alveg opin forhund hann eftir að Skúli snýr sér og Magnús snýr sér þannig að hann sé vel. Þarna er Maggi ótrúlega sterkur sko. Hann er svo góður að lesa þegar hinn er að sækja og bara svona aðeins íta honum tilbaka og þetta er frábæri boltar hjá honum. Það er 10-8. Skúli á uppgjöf. Hvorugur tekur sér handklæði. Net. Sett þetta vel upp, hann gæti klára. Það er 11-8, Magnúsi vil og hann jafnar leikinn 1-1. Já, þarna náði Skúli algjörlega að opna forunduna en því miður frekar ósnertilegt hjá honum. Hann hefði getið sett hann á borðið en náttúrulega klúraði í stæðin og tapaði hann í lótunni. 11-8 var þetta verðskuldaður sigur í þessari lóti hjá Magnúsi. Mér fannst Maggi koma mun ákveðinn í leikinn núna og það var alltaf að sjá hann í öllum höggum. Það var meiri vilji og svona aðeins, já, bara meiri ákveðni í boltanum sem hann sendir. Þannig að Skúli átti örlítið erfiðara með það og byrjaði að klúra þetta mikið meira. Báðir leikmenn komu með nýja taktík inn í þessu lóti eftir þá fyrstu og það er spurning hvað geta gert núna eftir þá þriðju. Náttúrulega Skúli og Gestur bræður þekkjast mjög vel. Báðir jável með sömu borðtennisgen og finnst þær eftir að gera sömu hluti. Þeir þekkja hvorann mjög vel og geta líka að kokka eitthvað gott upp. Heldur betur. Við sjáum að dómarinn hefur yfirgefið völlinn. Vegna sóttvarna þá er sérstakur regla að dómarinn fara öðru hverju og spritta sér hendurnar og spritta keppniskúlunar líka í leiðinni. Þótt það sé vissulega ekki, það kom sprittakúlun þarna. Einmitt. Þetta er allt vegna sóttvarna auðvitað og það er fylgst öryggisgætt hér í Álfafellinu. Algjörlega. Þá er næsta lóta Skúli byrjar eins og í fyrstu lótu. Það er reyndar athyglisvert. Það var Magnús sem valdi að Skúli myndi byrja leikinn. Áhugaverð taktík. Venjulega er leikmenn sem velja sjálfur að byrja með uppgjöf en Maggi kaus það að láta Skúla byrja. Þannig að spurning hvort það skilir sér eitthvað. Já, heldur að hafa verið að því Skúli vildi hafa þjálfarann sinn í hægra boxinu. Það er að segja beint fyrir aftan sig þegar hann gerir upp. Getur Gestur gefið merki hvað uppgjöf á að gera. Þetta geta alveg vel verið sterkur leikur. Magnús byrjar þessa jafnvel á síðustu, það er 3-0. Frábælega gert. Maggi virðist vera komin aðeins betur í gang og boltinn sem að sækja er að fara allt á borðið. Þunguróður fyrir Skúla en blokkinn hjá honum þurfa að fara á borðið. Það er alltaf lagi að leyfa Magnús að sækja ef hann velur rétta bolta til að leyfa honum að sækja. Nákvæmlega. En 5-0, þetta er staðan. Skúli á uppgjöf. Athyglisvert stig hér. Já, þarna, á borðið, þetta skemmtilegt. Einhvern veginn hugsa maður að þetta stig fari í bloopers fyrir mótið en þetta fór alltaf borðið og það er markmiðið með þessu öllu. Nákvæmlega.
Skúli aðeins að kiksa í móttökum, sko. Hann þarf að setja meira á borðið. Eins og hann byrjaði að gera aðeins undir lokin í síðslóti. Þarf alltaf að fara á borðið. Það er virkilega góður ekki að vera rauð. Virkilega góður. Magnús er að hólkast upp hérna fyrir framan. Þetta er ótrúlegt sjálf. Skúli aðeins að missa það. Ég er að fá hérna SMS frá garðinum í beinni. Biðja Skúli að taka hana seinna í móttöku. Ég er sammála þessu. Hann er dálítið að flýta sig, sko. Og Magnús er komið 9-1 yfir. Já, það er eins og Skúli sé aðeins búinn að kúpla sig út, þannig að hausinn er ekki alveg á réttum stað. Nei, hann verður að finna einhver svör og það fljótt. Það er smá breykt þarna. Virkilega góð móttaka. Hálflöng í fórum. Erfitt að sækja þetta með krafti. Mjög mikilvægt að senda Haaland. Það er mjög mikilvægt. Fallega að spila hjá Magnúsi þarna. Þetta er bara gamla góða æfingin. Bakvöld á kross og klára að hitta hornið. Magnús vinnur þessa, já, mjög samfærandi, getum við sagt. 11-2 og er komin 2-1 yfir. Já, ég held að það sé vægast sagt mjög samfærandi að vinna með þessum hætti. Skúli komst einhvern veginn aldrei inn í lótunum. Nei, gat ekki komið þessu í spil. Já, nú verður áhugavert að sjá hvað leikmenn geta kokkað upp hérna. En dómari fer að spritta sig, Magnús talar við Inga Darvis, ríkjandi Íslandsmeistari hér í horninu og Skúli talar við gest bróður sinn, Tómas. Nú er Ingi keppandi í þessu móti. Heldur að Ingi sé að reyna kannski að skemma eitthvað fyrir Magnúsi? Já, gamla góða trixið. Nei, ég þekki nú Inga vel og hann myndi aldrei gera neitt svoleiðis. Mikill félagi Magnúsar og traustur liðsfélagi. Þannig að hann hefur ekki verið góð ráð sem hérna var sýnt sig. Hann er búinn að vinna báðar lóturnar síðan hann fekk nokkuð ráð frá Darvis. Þannig að bara býstu góðum ráðum áfram. Þeir eru mitt Íslandsmeistara saman í liðakeppni og hafa spilað lengi vel saman í Víkingi, þannig þeir þekkja hvor annan vel. En dómari kallar tími og leikmenn koma hérna umsvöðulegst að borðinu en ekkert annað í boði, annars fer maður gult spjald. Nákvæmlega. Og það er Magnús sem byrjar núna. 2-1 yfir. Já, þú ert stig. Ég einhvern veginn bjóst við að Magnús myndi sækja hann á þriðja bolta en potaði langan í staðinn og Skúli potaði yfir. Já, Skúli verður að vera mun grimmari ef hann ætlar að fá út úr þessu leik. Þannig að það sé pínu stress í leikmönnum eftir þetta leikli. Já, Skúli heldur áfram með vandræðum að komast inn í spil og er að missa Magga frá sér alltaf í byrjun lótanna. Það er full erfitt, ætla ég að segja. Einmitt. Og Magnús nær góðu forskoti hérna í byrjun og hann getur andað léttar en þetta var svolítið stressandi tímapunktur í leiknum. Magnús 2-1 yfir, pressan er á honum sko. Flott þetta. Maggi lítur bara mjög vel út núna þessu stundina. Uppgeða góðar, breytir mikið til. Fyrsta sókn hjá honum alltaf örugg á borðið og virðist vera bara í hörku formistöðu. Wow! Skúli svara þessu með kjafthöggja mig. Þú voru að éta þennan sokk, Tómas? Já, þetta er skúlasokkur hana. Bara stuttana þar til að ekki mista hann lengst yfir. Við finnum að sjá leikmenn að pota stutt með forhönd allt borðið. Já, ég fíl það. Það er spildagnum fórum. Svo er aðra leikmenn eins og Dimitri Áfriðsson sem hafa gert einhvern veginn bakhandapoti vinsælt og pota með bakhönd stutt allt borðið. Alex er líka þetta fyrir þetta. Jú. Íslenski leikmenn líka. Sem eru engu síðri. 5-3 núna, þetta stefnir í hörkulótu. Já, Skúli búinn að ná að minnka muninn. Flott bakhönd með Skúla. Ó! Vel gert. Þetta er spil sem Skúli þar. Komast í bakhöndina, hann er sterkari þar, öruggari líka og þá getur hann staðstað vilt. Já, þú finnur ekki Skúli að læra stig. Þegar hann er komin í þessa aðstöðu að vera komin með eitt skref frá borðinu og getur nælt með bakhöndina og ská að þá er erfitt að dýra við hann. Nákvæmlega.
Wow. Fallega gert þarna aftur. Bakvörðin enn og aftur að borga sig. 5-5. Já, mér finnst þessi lota samt búin að fara ágætlega af stað og mér finnst meira af stigunum fór út í spil. Þeir eru aðeins að komast inn í leiki núna. Þetta er 4 lotur innar þannig að það getur verið nóg af borðins eftir hérna. Magnús Miðkjöf. Wow. Það er bara líka við sásnúningin þessari frá stúdíónu. Já, þetta eru uppgjafar sem við borgum sér vel. Þessar pendulum hliðarsumsuppgjafar, svona hálflangarna miðjun á skúluna. Erfitt með þetta. Mjög mikill undirsnúningur að það. Það er erfitt að sækja á þetta. Men maður sækir, ef hún lendir nálægt borðbrúnni og maður þorir ekki alveg að taka heilt högg, að þá einhvern veginn bara borgar sig að reyna ekki einu svona að sækja. Það er mjög munum. 8-8 á Skúli kemur með bakhendur uppgjöf. Breyta til. Vel gert. Þetta var flott. Stilti sér vel upp í þennan bolta og er búinn að jafna þetta aftur 8-8. Maggi verður að halda áfram sínu spili. Það er mikilvæg lota sem verður að spila. Annarkvæmst verður staðan 2-2 eða 3-1 eftir þetta. Skúli komin yfir. Sem báðir leikmenn stíga mikið inn, þurrka sér. Það er ekki bara til að þurrka svitinn á lófanum, heldur er þetta sálfræði stríð í gangi hér. Já, leikmenn þurrka sér til að fá aðeins rýmri tíma til að hugsa taktík fyrir næsta stig, hvað uppgjöf er að gera, hverju þeir að svara uppgjöfni sem andstæðingurinn gerir. Þannig að þurrka sér í borði er oft notað bara sem svona hugsunarbúkla. Virkilega, þetta er líka alveg skemmtilegt að fylgjast með. Það er oft sagt, maður vill ekki leyfa hinum að byrja stíð. Maður er að ákveða hvernig stíð byrja sjálfur. Þannig að oft sér maður einhver tilbúningur uppgjöf, hinn fyrir að þurrka sér höndina. Hann stjórnar þá. Og hér gerir Skúli nýju uppgjöf, bakhendur uppgjöf, hefur sést örsjaldan að vera leikmenn og borgar sig. 10-10. Já, sumir leikmenn, ég veit ekki, hvað gildir þig, Tómas? Ert þú með uppgjöf sem þú gerir í 10-10? Ertu með plönuð stig sem þú spilar út? Já, mjög mikilvægt þegar þú ert komin í svona tæft 9-9, 10-10, eitthvað svoleiðis. Þú verður að vera með uppgjöf og næsta bolta, búin að ákveða staðsetningu. Oftast gengur kúlun ekki mikið lengur. Þegar svona stress, þú verður að vita hvað það er að setja. Það sést ekki á þessum leikmönnum að stressið sé yfirtekað á, en það er þannig. Þannig er að spila í þessum aðstæðum. Fallega fór hérna Skúla. Nýtti allan líkaminn sig þannan. Gríðarlega flottur bolti. Ellefu, allt í járnum. Magnús Jóhann gefur uppgjöf. Dálítið spenntur verður hann Skúli. Skúli snýr aftur. Skúli Skúli snýr aftur í bakdurkjöfni sína. Hún er búin að virka mjög vel. Já, nú við sparaði hana þá til seinni part þessari lotu og það er eitthvað sem leikmenn gera stundum. Eiga að spara uppgjöfinni til að gefa þeirra á reynir. Vá! Vel út af með bakgrunn. Það er ekki auðvelt að gera þetta högg. Trianga höggið segja sumir. Nefnt eftir gríska leikmannum Kalínikos Trianga. Rétt yfir þarna hjá Skúla. Maggi enn og aftur með settbolta. Getur hann klárað þetta núna? Já, en virðist öruggum með þessi. Skúli þarf að hugsa ykkur aukju. Ég vildi sjá bakhendur aukju þannig. Rétt missi markstæðana. En flott lotaði að Magga 14-12. Þetta var baráttu sigur hérna undir lokin. Vel að sér vikið. Engin spurning. En nú hafa leikmenn ráðrúm til að lagfæra sig við þjálfarana sína
Skúli við bróður sinn og Maggi við Inga og við komum aftur eftir smá. Já, verið velkomin aftur. Við erum að fara að hefja hér 5. lotu. Staðan 3-1 fyrir Magnúsi Jóhanni gegn Skúla Gunnarsinni. Jói, þetta búið að vera, kaflaskiptur leikur hingað til. Algjörlega, Skúli byrjar talsvert betur, Magnús Jóhann sýndi kannski sína réttu hlið eftir það og síðan þá hefur þetta verið spennandi leikur og ég er mjög spenntur að sjá hvert þetta fer núna. Skúli byrjar með uppgjöf í 5. lotu og gjör svo vel. Gefum við krafti en rétt framhjá, Skúli tók sér heldur betur til í síðustu lotu eftir, 2 slappar lotur, ekki óhætt að segja það? Það má segja það, en nú sáu þið kannski ekki, það var klippt út milli lotna, en bæði dómarinn sprittaði borðflötinn, það er eins og einhver hafi þurrkað sér með hendina á borðinu, en gestur gaf líka nokkur merki uppgjör, allavega það sem áttilega, Þið fræða Skúla Chop, kannski næst. En við búumst allavega nýjum uppgjöfum frá Skúla í þessari lotu. Já. 2-1. Það er hægt að lesa uppgjöfunar frá Magnúsi. Yfirsnúningur á öfugu uppgjöfunni. Skófluuppgjöf með yfirsnúning. Uppgjöf þannig kom Magga óvart. Mima Ito og Ai Fukuhara hafa gert þessa uppgjöf fræga. Frá móttaka hjá Magnúsi, bjóð til þetta færi og tók stíðis aftur. Já, taktískt er þessi leikur mjög spennandi. Það er áhugavert að sjá hvernig menn eru að breyta sínum leikstíl og þetta verður auðvitað, stuttugjörn. Þetta verður auðvitað allt rætt í Pongkastinu með Dr. Pong, enda erum við í samstarfi við þau umfjöllin. Algjörlega. Og dómari segir hann snerti í brúnna, Bíddu nú við. dæmi Skúla stíði. Hann hefur rétt sleikt hann. Þetta er bolti sem hann sá ekki en heyrði hérna rétt hjá vellinum. Já, ég veit Tæpara ekki gat hvort það þetta ekki verið. heyrist í útsendingunni en í stúdíónu þá gat maður heyrt hvísli í borðbrúnni hana. Svona er þetta stundum góð staðsning. Já, 5-4 Skúla á uppgjöf. En á aftur kom skófluuppgjörn með yfirsnúningi en Magnús les hana rétt þetta skipti. Flippar í bakhund Skúla ekki alveg tilbúinn. Það getur verið erfitt að gera spariuppgjörn sína og fá góða móttöku á borðið. En Jói, það 7-4 heldur að segja að trufla Skúla Darvisi með ljósara hára gestur í þjálfaraboksinni? Hvort hann er með ljósara hár en gestur veit ég ekki en Bjóst Darvis ekki er við þessu? auðvitað Bjóst ekki komið við þessu? nýja hárgreiðslu hérna í þennan leik og já, nú ekkert byggt þetta hár opinberlega á Instagram eða neitt áður og Nei, geymdi þetta fyrir BH-bikarinn. ég held að þetta geti eftir frá gangi leiksins. Áhrif og ekki áhrif, 8-4 og Skúli verður að taka stóru sínum til að koma tilbaka. Þarna er hann flottur. Þessar ykkur er að skila sér. Þessar lágu með óþælum snúning býr til færi. Erfitt að lesa hvort það er undir, hvort það er nóspinn. Skúli er að fá heldur mikið út úr þessu mikið. Hann heldur áfram í bakgrunn. Net. Ég er alveg sammála Skúla með þessari leikreiningu að taka bakhenduröggjöfunar hérna. Já, einmitt þetta var flott. Þetta er þessi lágu hálflöngu með bakgrunn. Erfitt að taka á móti þessu. Magnús veit ekki alveg hvað hann á að gera. Það er málið með þessar hálflöngu. Á maður að bíða og taka langar, á maður að stíga inn og taka hann stutt. Já, ég bjóst nú ekki við að þessi færi beint yfir. Nei, þetta var áhugaverður bolti. Magnús ekki heldur. Nei. Magnús uppgjöf, fáið aðra hálf langa með undirsvonu. Mjög stutt og það gaf Skúla bara mikið völd kannski. Réttlega séð að Skúla úr 8-4 í 8-8 og allt í hennu er lotan öll í járnum. Skúli er með meðbyr með sér en Magnús er yfir í lotum. Flott stig hjá Skúla, það komið barátta í strákinn, 9-8 yfir. Vel spilað hjá hann núna. Bakvörðinn on fire, getur við sagt.
Já, til dæra sjálfgeft Tómas að þjálfari segir senda allt í forhönd en það verðist vera ráðið gegn Skúla núna. Já, algjörlega. Hann með sterkari bakgrunn en forhönd. Þó að forhöndin ekki slæm. En þetta athyglisvert leikmanni að vera með betri bakgrunn en forhönd, getur við sagt. Maður getur séð þetta oft meðal þeirra spilarar sem eru styttara komnir en þetta ekki einn af þeim en það BH bikarinn einungis fyrir 8 bestu leikmenn á Íslandi og Skúli meðal þeirra. Wow. Fallega gert hann, djúpt í bakgrunn á Magga, hann veit hann sterkur þar og vinnur þetta stig. 10-9 og við sjáum báðir þurrka sér í borðið, gefa sér tíma, þetta sálfræðistríð núna þegar það svona tæft. En Maggi á uppgjöfuna. Nei, missir á hannum, vel gert hann, hann bjó til færið, gat ekki nýtt sér það. 11-9, Skúli kominn inn í þetta. Já, áhugavert að Magnús hafi ekki náð að nýta sér þetta færi. Hann átti uppgjöfuna og gerði rútínu uppgjöf sem að, það bara eins og þessi uppgjöf hefur verið dregin úr hatti. En hann gerði þessi uppgjöf, Skúli potaði langan á miðju sem það virðist vera það sem að Magnús hafi verið að fiska eftir. Magnús sneri sig við í tæka tíð en bara hitti ekki að borð. Ég skil hann sér frústreraðar yfir þessu. Já, þetta sjálfsegja á Magga, hann vanur að hitta svo bolta. En engu að síður vinnur Skúli lótuna og staðan núna orðin 3-2 og Magnúsi vil. Sjáum við oddalóti? Já, með við spil Skúla núna þá geta allt stemt í það. En það kannski ótímabært að segja, við erum að sjá með hvað leikgleði og ráð leikmennir koma tilbaka. Ég vil sjá Skúla halda áfram með bakendurökjum. Það hefur verið að nýtast vel. Og það eins og Magnús sé ekki ennþá komin inn í taktinn gegn bakendurökjuna. Nei, og líka hjá Skúla, það erfitt að lesa hjá honum hvað hann er að fara að gera við bakendurökjuna heldur en hinnar. Það sést oft vel á Skúla hvað uppgjörinn er að gera, nefn í bakgrunn. Hann er að fela það svo vel, þetta er að hjálpa honum. Það sendur þess að hálflöngu uppgjör og Magnús veit ekki alveg hvað hann gera það. Og þá kemur Skúla hans betur inn í spil og þetta er búið að galopna leikinn fyrir hann. Það er greinlegt að báðir leikmenn geta unnið betur með uppgjöfnar sínar. Magnús Jóhann með góðar hálflangar undirsnúnings og Skúli með góðar bakhendar. Við sjáum hvað við fáum. Þannig að Skúli á tilbúin fyrir það. Já, Magnús ekki alveg sáttur, hérna leikur höggið eftir og lítur á spaðan sinn. 1-0. Vá, þessi móttaka. Þetta var flott og þetta var signature forehand hjá Magga. Tekur hann aðeins seinna, setur ekstra spinn á hann, maður missa hann alltaf yfir, þetta er óþarfandi. Flott hann. Já, Maggi kemur ákveðinn inn til leiks hérna finnst mér, tekur aftur völdi í byrjun lótunni hérna. Sjáum hvað Skúli gerir. Skúli kemur inn með bakendurökjumni sína. En nær ekki að klára. Það var það sem vantaði þennan bara. Skúli. Já, það er eins og vantar eld í rassinn á Skúla. Hann er ekki alveg nógu kvikur í fótunum. 4-2, Magga er vil í þessari 7. lotu. Já, Skúli aðeins að flýta sér núna finnst mér. Hann var aðeins slakari í síðustu lotu. Núna er eins og hann sé að reyna full mikið kannski. Hann þarf að koma sér boltum á borðið eins og hann gerir í síðustu lotu. Ég spurði hvort Skúla vanti leikli hérna. Já, hann er bara ekki maðurinn sem hann var í síðustu lotu. 6-2 fyrir Magnús og já, verkstjórarnir 2 eru greinilega ekki á sömu vaktinni. Nei, það er spurning hver var að taka lengri vakt núna. Vá! Frábær móttaka hérna. Góð staðsetning. Vissi vel hvað Maggi ætlaði að gera. Maggi ætlaði að setja sig upp í forhöndinni. Skúli sagði nei takk og senda hann djúpt í bakgrunna. Já, Skúli sendi alveg upp við hvítulínuna, en Skúli var náttúrulega í æfingarhóp hjá Óla Ramp sem er landsliðsþjálfara. Hann lagði mikla áherslu á að senda djúpt á borðið og Skúli notar þá tekníkana. Já, það verðist allt fara með Magga Hjartar í þessari lotu.
allir boltar hans á borðið, allt er Skúla hans yfir. Maggi komið með öll völd á leiknum aftur. Glæsilegt. 7-4. Skúli á þó uppgefin. Það er með honum í liði hérna. Það vantar nefnilega þarna. Þegar hann gerir með fórhundinni, það vantar hann auka hliðarsmík sem hann hefur í hinum. Gefur Magga svo mikið völd í móttökunni. Hann þarf aðeins að breyta mér til hann. Skýrinsalega spilaði á Magga. Hann virðist vera með gott forskot hér. 9-4 yfir og alltaf 2 stig viðbót til að klára leikinn. Algjörlega gefur fá færi á sér og það er augljóst að hér er landsliðsmann að ræða. Já, Magnús er bara öruggur í sínum aðgerðum 10-4 yfir og ég held að það sé ekki spurning hvað þessi leikur fer, alltaf ekki úr þessu. Og Skúli eigi 2 uppgjafir eftir þarf ansi margt að ganga upp. Og þó, 10-5, nei 10-4, 11-4. 11-4. Það er komið frábær leikur hjá Magga, sterkur sigur. Skúli gaf hann þá mikið mótbyrðan á tíma. Já, Skúli spilaði ágætlega, sérstaklega til að byrja með, en það er eins og að dampurinn væri farin úr honum þannig undir lokin og hann var eins og ofkristur svampur eða smjör sem var smurt yfir of þunna sneið og í lokin var þetta bara leikur fasin hans að leiða upp leikinni. Heldur betur, en Maggi í flottu formi hana aðeins lengi í gang, en svo var hann sem flott takt á að búinn að æfa vel núna í sumar og það er að skila sig vel, hann er komin undanúrslit BH bikarsins. Það er engin spurning að Magnús Jóhann getur farið langa leið í þessum bikar. Og ég held að sé bara engin leið að segja hvernig þessi bikar fer. Þetta er annar leikurinn sem er leikinn hérna í 8. úrslitum karla og það er allt undir. Mikið rétt. En Magnús fer þá í undanúrslit með Birgi Ívarsinni. Við ætlum að segja þetta gott í dag. Við þökkum fyrir hlustunina. Jói, takk fyrir að koma með mér. Já, takk fyrir að hafa mig og nú skell ég mér á gólfið og tek viðtal við Skúla Gunnarsson sem verður reiðubúinn innan skamms. Flott við. Þangað til þá, takk fyrir okkur. Takk, takk. Ok. Jæja Skúli, takk fyrir þáttökuna í BH bikarum. Þetta fór kannski ekki alveg eins og það hefur vonað í ár. Þú byrjaði leikinn vel en svo tapast hann seinna mér. Hvað var það sem breytti leiknum? Já, sko, ég mætti rosa slaka til leiks. Það sem er æsing við Magga meginn í byrjun og svo slaka hann aðeins á eftir fyrstu lotu. Ég var ekki alveg tilbúinn í það tempo. Ég ætlaði að taka alla leið á, sko. Ætlaði að taka varðandi heim. Þannig að mikið högg fyrir mig. Mikið högg. Nú tók ég eftir uppstillingunni í þjálfarabóksinu. Darvis var sólarmegin og Gestur var þeim megin sem að þú hafðir í uppgjöfinni, sko. Var erfitt að sjá hvaða bendingar Darvis var að gefa í leiknum þegar hann var sólarmegin? Nei, það var mjög vel. Þetta er akkurat eins og við komum að hafa þetta. Ég lét þjálfarinn minn banda sér í þjálfarabóksu bara í fyrsta tækifæri. Þannig að það gekk allt saman upp. Það var taktíkinn á vellinu sem klikkaði. Nú eru þetta 3 nýr klipptir hérna, þú og Maggi og Darvis. Hefði það áhrif? Helst nú bara að Sóli glappaði hárinu á Darvis svolítið mikið. Ég held að það var taktískt við þeim að rífa niður plastið þarna að Sóli myndi gæfast inn. Fyrir utan það klippingin mín á hreinu og öðrum mönnum. Með spilmennskuna hjá Magga í dag heldur hann geti farið alla leið? Ekki spurning, ég er mikla trú á honum. Ég meni ef hann tókst að vinna mig, þá getur hann farið alla leið. Nú er mikið talað sóttvarnir. Hvaða skilaboð vilt þú gefa leikmönnum svona sem hefur eftir að keppa í mótinu varðandi sóttvarnir? 4 orð. Við erum öll almannavarnir. Takk fyrir þáttökuna í ár í BH bikarnum og ég vona að vera með á næsta ári. Kæra þakkir, vonaði líka.